Tíðahvörf verða þegar kona hættir að hafa blæðingar og þar með komin af frjósemisskeiði. Þetta í rauninni aftur sín greining en samkvæmt skilgreiningu kona komin á tíðahvörf þegar ár liðið frá síðustu blæðingum. Meðalaldur við tíðahvörf 51 ár. Breytingaskeiðið tíminn fram að tíðahvörfum og getur varað í nokkur ár og einkennist oft af miklum hormónasveiflum og óreglulegum blæðingum. Það algengur misskilningur að það að blæðingarnar stöðvist sé fyrsta einkenni breytingaskeiðs og öll hin einkenni kom í framhaldinu af tíðahvörfum. Oftast það alls ekki raunin heldur blæðingastoppi sjálft oft eitt af því síðasta sem gerist. En á breytingaskeiðinu geta blæðingar verið óreglulegar og óáreiðanlegar. Stundum geta liðið 3-4 mánuðir án þess að kona fái blæðingar en svo kom allt í einu blæðingar. Þetta tímabil getur staðið yfir í nokkur ár áður en tíðahvörf verða og að meðaltali 7-10 ár og því geta fylgt ýmis truflandi einkenni. Þú getur vel verið með einkenni breytingaskeiðs þó að þú sitt ennþá nokkur reglum blæðingum og þú getur jafnvel byrjað að finna fyrir þeim fyrir og í kringum 40 ára aldurinn. Einkennin tengjast því að með tímanum hætta eggjastokkarnir að þroska og losa egg og hormónaframleiðsla eggjastokkana verður þar með sveiflukennd og óregluleg og á endanum minnkar hún og stöðvast alveg. Helstu hormónin sem ræðir eru estrogen, prógesterón og testosterón. Allan líkama okkar og í öllum líffærakerfum eru frumur sem eru með viðtaka fyrir þessum hormónum og þau hafa því áhrif út allt, frá toppi til táar. Líkaminn vanur að hafa visst magn af þessum hormónum og þegar magn þeirra fer að minnka og vera sveiflukennt á breytingaskeiðinu geta því komið fram hin ýmsu sálíkamlegu einkenni. Það mjög einstaklingsbundið hversu mikið konur finna fyrir þessum einkennum og hversu lengi þau vara. Sumar konur fá mjög væg einkenni sem vara bara nokkrar vikur eða mánuði og fara ljúflega í gegnum þetta umbreytingatímabil. Aðrar fá mjög mikil einkenni sem geta haft áhrif bæði einkalífi og starfi og þau geta í sumum tilfellum staðið yfir í mörg ár, jafnvel áratugi og skert lífsgæði kvenna verulega. Þetta hefur ekki aðeins áhrif á konuna sjálfa, heldur getur það reynt á aðstandendur líka, maka, börn og vini og jafnvel atvinnurekendur. Þar sem sumar konur þurfa að minnka vissi vinnu eða fara í veikindaleyfi og eru til rannsóknir sem benda til þess að sumar konur dettir hreinlega út af vinnumarkaði vegna einkenna breytingaskeiðs. Meiri hluti kvenna upplifa einhver einkenni á breytingaskeiði. Alvarleiki einkenna gríðarlega misjafn á milli kvenna. Sumar konur upplifa væg einkenni í nokkrar vikur meðan aðrar upplifa alvarleg einkenni í mörg ára eða jafnvel áratugi. Breytingar á blæðingum oft fyrsta einkennið. Oft byrjar þetta á því að tíðahringurinn styttist nokkra daga og blæðingar aukast og verða meiri. Sumar konur fara að finna meira fyrir sveiflunum í tíðahringnum og fyrir tíðaspenna og hormónatengt mígreni getur ágerst. Hitakóf algengasta einkennið en 3 af hverjum 4 konum upplifa hitakóf. Þau geta komið skyndilega hvenær sem sólarhringsins og breiðast út andlit, bringu og líkamann. Hjá sumum vara þau örstutt en hjá öðrum geta þau staðið yfir í nokkra mínútur. Hitakófunum getur fylgt sviti, svimi og hjartsláttartruflanir. Nætursviti truflar margar konur. Þær vakna upp sveittar miðja nótt og þurfa jafnvel að skipta náttföt og rúmföt. Þetta getur valdið mikilli truflun á svefni bæði fyrir konuna sjálfa og makann. Margar konur upplifa talsverðar skapbreytingar á þessu tímabili. Þær lýsa því að vera með óeðlilega stuttan þráð og pirraðri en þær eru vanar og jafnvel upplifa depurð og áður óþekktan kvíða. Þetta getur haft truflandi áhrif á einkalíf og starf. Konur sem hafa upplifað fyrirtíðaspennu eða meðgöngu eða fæðingarþunglindi áður í meiri áhættu að finna fyrir skapbreytingum á breytingaskeiðinu. Svefntruflanir og þreyta líka algengt vandamál. Svefnvandinn getur tengst nætursvita en margar konur finna líka fyrir meiri þreytu á daginn þó að þær sofi vel yfir nóttina. Heilaþoka nær yfir þætti eins og minnisleysi, einbendingaskort, erfiðleika við að taka við upplýsingum og tilfinninguna eins og þessi bómull í heilanum. Þetta getur haft áhrif á vinnu og einfaldar athafnir daglegs lífs eins og til dæmis að lesa bók eða hlusta á útvarp. Sumar konur upplifa skert sjálfstraust í tengslum við þetta og hætta að treysta á sjálfan sig. Treysta sér til dæmis ekki til að keyra sjálfar og annað. Hjá sumum verða þessi einkenni það hamlandi að konur get ekki hugsa sér að lifa svona lengur og fá jafnvel sjálfsvíkshugsanir. Það algengt að löngun og ánægja gagnvart kynlífi minnki á breytingaskeiðinu. Þreyta, depurð og nætursviti hefur þar einnig áhrif. Kynlöngun margþætt en að hluta tengt hormónum. Hormónið testosterón hefur áhrif á kynlöngun. Konur framleiða testosterón rétt eins og kallar. Testosterón lækkar hjá konum á breytingaskeiði rétt eins og hin kynhormónin og getur það haft áhrif á kynlöngun.
Lið- og vöðvaverkir annað einkenni. Estrogen mikilvægur þáttur í því að smyrja liðina og hefur bólgumyndandi áhrif í líkamanum. Breytingar á húð og hári geta líka komið fram, en estrogen hjálpar til við að byggja upp kollagen. Kollagen prótein sem verndar uppbyggingu húðarinnar. Lágt gildi estrogens getur haft áhrif á teygjanleika húðarinnar, myndun fínna lína og húðþurrk. Sumar konur finna fyrir miklum kláða í húð og aukinni bólumyndun. Hárið getur orðið þynnra og minna gljáandi ásamt því að aukinn hárvöxtur getur komið í andlit. Ef þú hefur fyrri sögu mígreni þá getur það versnað og komið oftar á breytingaskeiðinu. Einkenni frá þvag og kynfærum eru algeng í kringum og eftir tíðahvörf. Lágt estrogen veldur því að slímhúðin í leggöngum þynnist og verður viðkvæmari fyrir kláða, þurrki og bólgum. Það verður minni teygjanleiki í leggöngum sem gerir það að verkum að kynlíf getur orðið sársaukafullt. Lágt estrogen veldur því einnig að slímhúðin í þvagblöðru og þvagrás þynnist sem leiðir til þess að konur þurfa að pissa oftar og geti fengið tíðari þvagfærasýkingar. Þessi einkenni geta byrjað á breytingaskeiðinu og í kringum tíðahvörf en geta síðan versnað með tímanum. Önnur einkenni sem geta líka komið fram eru til dæmis andþyngsli, hjartsláttartruflanir, augnþurrkur, eyrnasuð og annað. Ef þú ert eldri en 45 ára og hefur tekið eftir breytingum á tíðarhringnum, þessar breytingar gætu til dæmis verið aðeins styttri tíðarhringur, missir úr blæðingum eða blæðingar verða meiri eða minni og ert farin að upplifa einhver af þessum einkennum, þá hægt að greina breytingaskeið án þess að taka blóðprufur eða aðrar rannsóknir. Ef þú ert að hormónagetnaðavörn sem veldur því að þú ferð ekki á blæðingar en ert farin að upplifa breytingaskeiðs einkenni, getur verið að þér verið boðið að láta taka blóðprufu. Ekki mælt með því að mæla hormón hjá öllum konum þar sem gildin sveiflast mjög mikið og geta verið óáreiðanlega á þessu tímabili. Það besta sem þú getur gert að skrá einkenni þín og fylgjast með hvernig þau breytast með tímanum. Fylgstu líka með því hvort það sé einhvað munstur tengt tíðarhringnum eða öðru og hvaða áhrif einkennin að hafa á þig bæði í einkalífi og starfi. Ef þú ákveður að leita þér ráðgjafar varðandi meðferðarmöguleika er það mjög hjálplegt fyrir þann heilbrigðisstarfsmann sem þú hittir að fá góðar upplýsingar einkennin þín. Hérna til dæmis hægt að styðjast við einkennalistan inn á heimasíðu Lyfju. Hormónið estrogen viðheldur heilbrigðri slímhúð í leggöngum og þvagfærakerfi. Það viðheldur raka og teygjanleika og stuðlar auk þess að eðlilegri leggangaflóru og verndar gegn ýmsum sýkingum. Á breytingaskeiði og eftir tíðahvörf þegar estrogengildin lækka og geta komið fram ýmis óþægindi frá leggöngum og þvagrás. Þessi einkenni geta versnað með tímanum og valda konum oft miklum óþægindum eftir tíðahvörf. Slímhúðir þynnast og verða þurrari og viðkvæmari. Þetta gerist einnig í slímhúðum í þvagrás og þvagblöðru og margar konur fara að finna fyrir óþægindum við þvaglát, tíðþvaglát og jafnvel þvagleika og verða móttækilegri fyrir þvagfærasýkingum. Einkennin geta til dæmis verið sviði, kláði og verkir við samfarir, roði og erting. Í slæmum tilfellum geta konur átt erfitt með að vera í þröngum buxum vegna óþæginda. En góðu fréttirnar eru samt þær að það er til áhrifarík meðferð við þessu. Staðbundin estrogen meðferð er mjög áhrifarík við slímhúðaþurrki í leggöngum og þvagrásakerfi. Þessi meðferð er mjög örugg, eykur ekki hættu á krabbamein eða blóðtappa og óhætt er að halda meðferð áfram svo lengi sem hver kona vill og hefur ávinning af meðferðinni. Hægt er að nota hana samhliða hormónuppbóta meðferð eða eina á sér. Þessi meðferð er lyfseðilsskyld og fæst í gegnum lækni, til dæmis heimilislækni eða kvensjúkdómalækni. Það er til dæmis hægt að fá töflur sem heita Vakifem en þær eru settar upp í leggöng á hverjum degi fyrstu 14 dagana og eftir það 2-3 sinnum í viku. Einnig er hægt að fá mjúkan sílikonring sem heitir estring. Hann er settur upp í leggöng og gefur þar frá sér estrogen í 90 daga og því þarf að fjarlæga hann og setja nýjan á 3 mánaða fresti. Ef kona treystir sér ekki til að skipta sjálf er hægt að fá lækni eða hjúkrunarfræðing til dæmis á heilsugæslunni til að fjarlæga þann gamla og setja nýjan hringu. Það er óhætt að hafa hringinn á sínum stað meðan á samförum stendur en sumum finnst betra að taka hann út á meðan. Þá er bara mikilvægt að muna að setja hann upp aftur að loknum samförum. Auk þess eru til estrogen krem sem hægt er að bera á sig, til dæmis Óvestín. Ýmis rakagefandi krem og sleipiefni geta líka komið sér vel og duga mörgum konum. Þau fást án lyfseðils. Estrogen gegnir mikilvægur hlutverki fyrir starfsemi líkamanns. Það viðheldur meðal annars styrk beina og verndar og styrkir hjarta- og æðakerfi okkar með því að halda æðaveggjum heilbrigðum og stuðlar að lækkandi kólesterógildum og fleira. Beinþynning er ástand sem veikir beinin og eykur líkur á því að þau brotni
Fólk með beinþynningu í aukin hættu á beinbroti og það þarf því oft mjög lítið álag til þess að þau brotni. Estrógen styrkir beinin en á breytingaskeiðinu lækkar estrógen í líkamanum sem gerir það að verkum að konur eru útsettari fyrir beinþynningu en karlar. Konur missa alltaf 10% af beinþynningu sinni á fyrstu 5 árunum eftir tíðahvörf. Aðri þættir sem hafa áhrif á beinþynningu fjölskyldusaga, reykingar og mikil áfengisdrykkja. Framan af eru konur minna líklegar til að fá hjarta- og æðasjúkdóma en kallar. Eftir tíðahvörf breytist þetta hins vegar og konur ná körlum hvað áhættuna varðar. Hér er að ræða sjúkdóma sem snerta hjarta- og æðakerfi líkamanns, til dæmis kransæðasjúkdóma, heilablóðföll og elliglöp. Estrógen tekur þátt í að halda æðaveggjum, heilbrigðum og teygjanlegum, hefur bólguminnkandi áhrif og hefur jákvæð áhrif á kólesterólgildi. Þegar estrógengildin lækka á breytingaskeiðinu missa konur þennan vendandi þátt. Aðrir þættir sem auka líkunar á hjarta- og æðasjúkdómum eru háþrýstingur, reykingar, offita og fjölskyldusaga. Ef kona fer í tíðahvörf fyrir 45 ára aldur er talað snemkomin tíðahvörf. Ef kona fer hins vegar í tíðahvörf fyrir 40 ára aldur er talað ótímabæra vannstarfsemi eggjastokka. Það bil 1 af hverjum 100 konum hætt á blæðingum fyrir 40 ára og 1 af hverjum 1000 konum hætt á blæðingum fyrir 30 ára. Það er því algengar en margir halda. Konur sem fara snemma í tíðahvörf eiga mörg ár framundan með lág estrógengildi í líkamanum. Þegar kona fer svona snemma í tíðahvörf og estrógengildin lækka, eykst hætta hennar á að þróa með sér meðal annars beinþynningu og hjarta- og æðasjúkdóma. Það er því mikilvægt fyrir þessar konur að fá greiningu og fá viðeigandi hormónuuppbótarmeðferð að minnstakosti fram að 50 ára aldri sem er meðalaldur kvenna við tíðahvörf. Þetta getur verið erfið greining að fá sem ung kona og erfitt að sætta sig við að þurfa að fara hormónuuppbótarmeðferð. Hægt er að gefa samsettu getnaðarvarnarpilluna í staðinn til að bæta upp hormónaskortin ef kona vill það frekar. Það hefur þó ekki verið sýnt fram á það með rannsóknum að þær verndi hjarta- og æðakerfi og beinin okkar á sama hátt og önnur hormónuuppbótarmeðferð. Þó flestar konur fari náttúrulega í gegnum breytingaskeið og tíðahvörf geta konur líka lent í því að fara fyrr í tíðahvörf ef eggjastokkar eru fjarlægðir með aðgerð eða eyðileggjast af öðrum ástæðum eins og til dæmis vegna lyfja eða geislameðferðar vegna krabbameins. Þar með skella tíðahvörfin án aðdraganda og einkennin hellast yfir konu mjög skyndilega. Það getur haft mjög mikil áhrif á lífsgæði konu og það er því mikilvægt að taka samtali við læknin sinn og ræða meðferðarmöguleika. Það eru til ýmsir meðferðarmöguleikar til að bæta einkenni breytingaskeiðs. Fyrsta skrefið er að skrá vel einkenni og leita til heilbrigðisstarfsmanns sem er vel að sér í breytingaskeiðinu. Gott er að fá fræðslu og ráðgjöf hvaða meðferðarmöguleikar í boði og aðstoð við að taka upplýsta ákvörðun hvað hentar þér best. Besta leiðin til að slá á einkenni breytingaskeiðsins er að fá hormónuuppbótarmeðferð. En það er meðferð með hormónum sem ætlað er að jafna út hormónasöflunar og lokum hormónaskortin sem verður á breytingaskeiðinu og eftir tíðahvörf. Ávinningurinn er hvað mestur ef byrjað er á hormónum áður en tíðahvörf verða. Það er áður en blæðingarnar hætta alveg eða að minnstakosti innan 10 ára frá því að blæðingarnar stöðvast. Þó að þessi vitað að hormón virki vel er aðeins 10-20% kvenna sem eru á hormónuuppbótarmeðferð vegna breytingaskeiðseinkenna. Hormónin sem umræðir eru estrógen sem er myndað í eggjastokkunum og gegnir mikilvægu hlutverki í svo til öllum okkar líffærakerfum, meðal annars heila, hjarta, beinum, húð, hári og leggöngum. Prógesterón er líka myndað í eggjastokkunum og það hefur það hlutverk að stýra tíðahringnum okkar. Það er notað sem hluti af hormónuuppbótarmeðferð hjá konum sem eru með leg. Estrógen örvar slímhúð í legholi og veldur því að hún þykknar. Í sumum tilfellum getur estrógen eitt og sér valdið ofvexti slímhúðarinnar og það getur leitt til frumubreytinga og í sjaldgæfum tilfellum til krabbameins í legholi. Þess vegna er mikilvægt fyrir konur sem eru með leg að taka prógesterón á móti til að koma í veg fyrir ofvöxt slímhúðar í legi. Testosterón er ekki bara karlhormón, heldur framleiða eggjastokkar kvenna talsvert magn af testosteróni líka. Testosterón gegnir ýmsum hlutverkum í líkama kvenna og í sumum tilfellum getur kona haft gagn af testosterón viðbót. Estrógen er hægt að fá sem gel, plástur eða töflur. Öruggasta leiðin er að fá estrógeni gegnum húðina í gelformi eða sem plástur, en þannig fer estrógeni beint í gegnum húðina og út í blóðið. Sé estrógen tekið í töfluformi en það tekið upp í gegnum meltingavegin og þaðan í gegnum lifrina þar sem það getur virkað storkukerfið okkar og þar með er aðeins aukin hætta á blóðtappa. Öruggasta leiðin til að taka prógesterón er að taka svokallaða
míkroniserað prógesterón en það er hvað líkast í prógesteróni sem myndast í líkama okkar og hefur þar að leiðandi minni aukaverkanir og er öruggara hvað varðar hættu á brjóstakrabbameini. Hér á Íslandi heitir það Útrógest eða Útrógestan en það eru töflur sem eru teknar með glasi af vatni að kvöldi. Annar möguleiki er að fá Mirena hormónalykkju en hún dugar í 5 ár og virkar líka sem getnaðarvörn ef þörf er á því. Prógesterón er einnig hægt að fá sem tilbúin prógestógen í töfluformi. Rannsóknir sýna að notkun þeirra fylgi aðeins aukin hættu á brjóstakrabbameini en sú aukning samsvarar þeirri auknu áhættu á brjóstakrabbameini sem fylgir því að drekka 2 vínglös á dag eða verið yfirþyngd. Sumar konur kjósa samt sem áður að nota hormóna í töfluformi eða samsetta plástra sem innihalda tilbúin prógestógen. Mikilvægt er að eiga samtal hættur og ávinninga meðferð og að kona sé upplýst aðeins aukna áhættu tengda þessari tegunda hormónameðferð. Það er hægt að nota önnur lyf en hormónuuppbóta meðferð en sú meðferð virkar ekki eins vel gegn einkennum breytingaskeiðsins. Hún er því helst notuð ef frábending er frá hormónameðferð. Þá er til dæmis hægt að gefa ákveðin þunglyndislyf, gabapentin sem er verkjalyf eða klónidín til að slá á hitakófin. Notkun þessara lyfja er þó oft takmörkuð af aukaverkunum, til dæmis minnkandi kynlaukun og oft virka þau bara í takmarkaðan tíma. Þessi lyf ætti því ekki að velja sem fyrstu meðferð nema ef frábending er frá hormónauppbóta meðferð. Í sumum tilfellum er viðtalsmeðferð eins og hugræn atferlismeðferð líka hjálpleg. Til eru alls konar bætiefni og náttúrulyf sem hafa verið markasett með það í huga að bæta einkenni kvenna á breytingaskeiði. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á þessum efnum og eru áhrifin yfirleitt sambærileg við lyfleysu. Athugið að þó sé að ræða náttúruleg bætiefni er ekki þar með sagt þau séu skaðalaus. Það er mikilvægt að kynna sér viðkomandi bætiefni vel áður en meðferð er hafin. Það er margt sem hægt er að gera sjálf til að bæta andlega og líkamlega líðan á breytingaskeiði. Góðar svefnvenjur eru alltaf mikilvægar en ekki síst á breytingaskeiðinu. Streita getur aukið á einkennin og streitustjórnun því mjög mikilvæg á þessu tímabili. Gefðu þér tíma til að hlúa sjálfri þér og fylla tankinn þinn, hvort sem er að ræða hugleiðslu, nudd, jóga eða samveru með fólkinu þínu, eitthvað sem lætur þér líða vel. Hreyfðu þig daglega. Miðlungsáreynsla er hvað áhrifaríkust og styrktaræfingar eru mikilvægar á breytingaskeiðinu til að viðhalda styrk beinana. Áfengi, koffín og reykingar geta haft slæm áhrif á einkenni breytingaskeiðs. Það er því ráðlegt að halda áfengis- og koffínneyslu í hófi og hætta að reykja ef þú reykir. Borðaðu holla og fjölbreytta fæðu og gott er að taka kalk og D-vitamin uppbót því það styrkir beinin þín.